Já, það mál að halda áfram, þetta voru fínar umræður áðan, en nú það svolítið alvara, það eru helstu stéttarfélög landsins, eða mörg þeirra, efna til mótmæla á þriðjudaginn í þingsetningunni. Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR. Sonja, hvað að fara að gera? Já, það auðvitað til stutta útgáfan og langa útgáfan, en við auðvitað höfum fundið það í gegnum tíðina að það vaxandi ójöfnuður og svona óróleiki yfir stöðunni. Já. Og það sem kannski verst að fólk ber ekki von til þess aðstæðna sé að breytast. Og við finnum það auðvitað núna þegar við erum svona að koma úr sumarfrí að það er ekki að heyra á stjórnmálafólki að verðbólga vextir séu svona efst á baugi. Það alls konar önnur mál sem þau eru að tína til og virðast alltaf verið í forgangi og við erum einfaldlega að mótmæla þessu aðgerðarleysi stjórnvalda þegar kemur að þessari stöðu. Þetta er það sem að brennur á okkur öllum og það auðvitað líka þannig í samfélagi þegar við finnum að þetta bítur svona misfast á fólk og við vitum að þetta hefur verst áhrif á þau sem að minnst á milli handana að þegar þú upplifir í samfélagi að þú náir ekki endum saman og getur ekki séð börnunum farborð og svo framvegis en að þeir hafið það bara býsna gott að þá þetta vex svona félagslegur óróleiki og við finnum einfallega bara að það er eitthvað gliðni í þessu samfélagi og nú komið nóg. Er svona þrýstingu frá félagsmönnum? Heyrum mikið af þau erfitt með afkomu og vilja gera eitthvað? Já, ég meina það auðvitað hefur verið í lengri tíma og ég held að við kunnum alveg þetta, við vissum að það yrði efnahagslegar áskoranir í kjölfar COVID-faraldursins en svo sjáum við bara að það hagurinn er að vænkast í öðrum löndum í kringum okkur en ekki hér og tekur allt lengri tíma og við upplifum bara algjörða stöðnun í því og þá auðvitað kraumar svona ólga í okkar fólki og vill mótmæla. Ragnar Þór, þitt bakland. Já, ég held að það sem ég verið að skynja í mínu baklandi er fyrst og fremst bara reiði og ég hef nú búið til mótmæla áður og var svona á þeim tíma kannski ekki alveg vissum að það væri kannski tímapunkturinn þegar við vorum að djöflast hérna í vor og síðasta haust. En ég skynja að það sé eitthvað að bresta í okkar samfélagi og fólk sé einfaldlega búið að gefast upp gagnvart stjórnvöldum og seðlabankanum. Það er alveg ljóst að eins og svona kemur inn á að löndunum í kringum okkur sem við erum gjarnan að bera okkur saman við er að ganga mun betur að ná niður verðbólgu heldur en okkur og þetta kristallast alveg í því að þessari kreppu sem við erum að ganga í gegnum núna henni er alfarið ætlað að almenningi, milli- og lágtekjufólki að bera hitann og þungan af og það sést líka á forgangsröðun ríkisstjórnarinnar sem er núna að undirbúa klára sölun á Íslandsbanka búvörulögin sem fóru í gegn til þess að gera ákveðin fyrirtæki undan þeim samkeppnislögum. Við sjáum launaskrið forstjórana, við sjáum að í stað þess að vera rauninni að takast á við þennan vanda og einblínu á hann að þá er verið að gera eitthvað allt annað sem að ég held að fólk bara sætti sig ekki við. Við sjáum til dæmis núna að stóru fyrirtækin eru að ná í gegn hvert og fætur öðru kaupréttarsamningum og einhverju svona bónusgreiðslum ofan á stjarnfræðilegar launagreiðslur og þar koma til dæmis hefðum að vilja sjá meira frá lífeyrissjóðunum en svona í grunninn er þetta að þessi vandi sem við erum að horfa núna hann er að mörgu leyti heimatilbúinn vegna þess að fólkið okkar, almenningur í landinu, félagsfólk þessar stóru landssambanda sem eru að búa til mótmæla að það bara ber ekki þessar byrðar það bara stendur ekki undir þessu og ég myndi segja að ef þetta væri staðan til dæmis þá er að tala um bara vextir og húsnæðislánum í og yfir 11% yfirdráttavextir og svona smálánavextir sem að fólk er að nota til þess að komast í gegnum mánuðin er og yfir 20%. Staðan á húsnæðismarkaði, ég er ekki viss að nokkur svona nágranna þjóð myndi, þetta er ekki umborið, fólk væri
fólk væri komið út á götu, það væri byrjað að mótmæla, það væri allt logandi, en hérna einhvern veginn virðist þetta, við erum svona, þrælslundin virðist oft vera svona stýpri í okkur, því Við miður. erum ekki í genunum, segir fjármálaráðherra. Já, ég er nú ekki sammála því að hérna við séum Ég er ekki alltaf saman því að bara ef við tökum frá hruni að þá hefur almenningur fellt 3 ríkisstjórnir, losað sig við allavega 4 ráðherra með mótmælum. Sko. Þannig að ég er ekki sammála að Íslendingar séu einhvern veginn látið alltaf við sig ganga. Sko. Nei, það sem ég kannski meira að benda á er kannski fyrst og næst það að hlutinni þurfa yfirleitt að ganga of langt til þess að við stöndum upp og eins og staðan er núna. En sá tími komið núna? Já, augljóslega er hann komið vegna þess að vanskilur aukast til fólki þó að bæði ríkisstjórnin, fjármálaráðherra og Seðlabanki vil ekki viðurkenna að þá eru öll ljós farin að blikka og þegar innheimtu fyrirtækin eru farin af áhyggjur og bankarnir að það var nú mikið sagt og ég er ansi hræddur að við séum komin yfir ákveðin mörk. Það verði erfitt að vinda ofan af því sem að koma skal. Hér muni bæði lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru skuldsett og sömuleiðis heimili falla í hendur bankana í stórum stíl og afleiðingarna verða auðvitað skelfilegar. Hver er krafan? Er krafan burt með vanhæfa ríkisstjórn eða er krafan að ríkisstjórnin gæti að þeim grundvelli sem hafa lagður undir kjarasamningar sem að þið gerðu bara fyrir nokkrum mánuðum? Það er auðvitað stærsta krafan, það sé gripið til aðgerða. Ég meina, svo að það er forsendur haldi. Já, og sko, við erum búin að ræða það hérna í, ég veit ekki hvað mörg ár, að megin ástæðan fyrir mikil verðbólgu í Íslandi er vegna stöðun á húsnæðismarkaði og það hafa verið hópar þar sem aðalega vinnumarkaðarins hafa átt sæti á stjórnvöldum sem eiga leggja upp hvernig megi leysa þennan vanda til framtíðar og við vitum auðvitað það að við getum ekki byggt húsnæði á einni nóttu en hins vegar hafa verið gerð á okkar mati bara góðar áætlanir það, hvernig megi leysa þetta. En það er auðvitað alveg ljóst að þessar áætlanir mun ekki ganga eftir af því að það er ekki byggt nægilega mikið einmitt út af vaxtastiginu sem þýðir að það er engin annar heldur en ríki og sveitarfélög sem geta í svona aðstæðum tryggt að þessi byggt nægilega mikið þannig að við verðum ekki í þessum vítahring stöðugt að verðbólgan skapist fyrst og fremst af því að það sé ekki nægilegt framboð af húsnæði. Þau vilja ekki byggja vegna þess að þau telja að markaðurinn er lista. Já, og svo er það sjónarmið aðeins að breytast að því þau eru aðeins búin að átta sig á það að fenginni reynslu en það vantar samt frumkvæði, það vantar samt að þessi gripið til aðgerða, það vantar að þessi horfst í augu við það að það er neyðarástand og þá verður að gripa til neyðaraðgerða. Og svo eru þetta hitt að við búum við gríðarlega fákeppni og við erum nánast ekki með neitt eftirlit sem þýðir ef við sjáum auðvitað hækkun á matvöru stöðugt og það er aðeins minna núna bara síðustu vikur út af prís. Já, og það eru auðvitað frábært að sé vera auka samkeppnina. Það er ekki sama sveiflan upp á við og hefur verið. Nei, og við sáum það líka gerast þegar Costco kom til á sínum tíma og svo jafnaðist það, þannig að það er ekkert annað en eftirlit sem dugir þegar að það er alltaf, leitunin verður alltaf í fákeppni á endanum. Og er þetta mótmæli sem að leggja fram tilteknar kröfur? Kröfurnar eru eins og áður sagði að fara í neyðaráttak í húsnæðismálum og fara í raunverulegar aðgerðir gegn verðbólgu. Ef að ríkisstjórnin er hins vegar ekki stakk búin til þess að hlusta á þessar kröfur að þá hlýtur hún augljóslega að þurfa að boða til kosninga vegna þess að ég vona svo sannarlega að fólk finni það núna að mæta og taka þátt í þessu með okkur verði annarkvort nægilegur þrýstingur til þess að þrýsta á aðgerðir, raunverulegar aðgerðir til þess að sporna við þeim þeirri dýrtíð og verðbólgunni og þessum okurvöxtum sem er búið að leggja hér á almenning og heimilin og snúa af þeirri braut. Ég er svona að leyfa mér einhvern veginn að efast hún gerir það en eitthvað verðum við að gera vegna þess að þetta leysist ekki að sjálfu sér. Við vorum til dæmis að sjá núna bara fréttir frá leigufélaginu Ölmu vegna þess að ríkisstjórnin, hún var búin að lofa okkur bæði kjarasamningunum 2019, 22 og svo aftur núna að klára að setja ný húsaleigulög til þess að verja fólk á leigumarkaði. Við vöruðum við því að það væri allt og mikið hlustað á sérhagsmuna aðila til dæmis og það litla sem að kemur inn í þessar breytingar verður bara til þess að gera fólki á leigumarkaði enn erfiðara fyrir
og Alma gekk nú fram hérna rétt fyrir helgi þar sem að langtímasamningar eru út myndinni og þeim verður bara boðin 13 mánaða samningar hér eftir. Þetta nákvæmlega það sem við vörum við að markaðurinn myndi gera ef að ríkisstjórnin myndi taka, of mikið tillit til sérhagsmuna í staðinn fyrir að verja fólkið í landinu sem að nú opinn á þeim kjósendum sem halda þessum flokki við völd, eða þessum flokkum við völd. Og svo mætti lengi telja. Seðlabankinn í skjóli auðvitað ríkisstjórnarinnar fer svo fram fyrir skjöldi fyrir fjármálakerfið og ríkasta fólkið í landinu og keyrir hér upp vexti að því kaliberi að hér eru raunvextir komnir yfir 3% og það fátt sem bendi til annars en hann keyrir það áfram til þess að fóðra þá bankana og fjármálakerfið og ríka fólkið. Þessu þarf að breyta, þessu þarf að mótmæla og auðvitað vona maður að ríkisstjórnin taki þessu kalli okkar og fara að gera eitthvað annað heldur en það sem hún að gera. Það algengt að verkalýðshreyfingin í Frakklandi standi fyrir mótmælum. Það hérna stærsta verkalýðsfélag Ísrael í mótmælum núna með fólki sem að krefjast breyttrar stefnu hérna stjórnvalda til að frelsa gíslana og þetta þekkist við það. En ekki svo algengt hér. Þau fóru alltaf í verkfall. Þau fóru í verkfall í Ísrael, ekki bara mótmæli. Og Finnland hefur líka gert það þegar þau hafa heimild til svona pólitískara verkfalla. Þetta ekki algengt hér. Ég verð að segja hérna undan að ég man ekki eftir því að verkalýðshreyfingin hafi boðað til mótmæla við þingsetningu. Ég held þetta sé svona eiginlega allavega síðan ég byrjaði í verkalýðsbaráttunni 2009, fór í stjórn VFR, að þetta er í fyrsta skipti fyrir utan 1. maí sem að heildarsamtökin taka sér saman og boða til mótmæla. Eins og allir vita þá voru þetta búsáhaldabyltingin sjálfsbrottin að mestu. Verkalýðshreyfingin var nú ekki eins og velkomin þar og var púið niður. Nei, hún náttúrulega stóð á hliðarlínunni og það er það sem við þurfum að tryggja auðvitað að við séum málsvarar fólksins í landinu, okkar félagsfólks, að stíga fram fyrir skjöldu þegar að staðan er eins og hún er hrikaleg og ef ekki við þá hver. Mér hryllir við þeirri tilhugsun ef að við lendum í sömu stöðu og í búsáhaldabyltingunni að oft öðrum mótmælum sem að vera haldin ef að verkalýðshreyfingin sjálf endar á hliðarlínunni einhvern veginn til þess að bregðast við neyðar ástandi eins og nú er að skapast og bara hefur raungerst svo sannarlega, ekki bara lágtekjufólki, þetta er farið að smita núna upp stigann og maður finnur það svo sem að fólk sem hefur verið skilgreind sem millitekjufólk eru nú að losna 300 milljarðar af fastvaxta lánum sem að fólk er núna að annarkvort að taka á sig stökkbreyttan höfuðstól, tvöföldun jafnvel greiðslubyrði eða fara yfir í verðtrygginguna og þar skynja ég til dæmis mjög mikla reiði innan okkar baklands þó þetta staðan sé verst hjá þeim sem að minnst hafa, eins og Sonja segir réttilega. Þannig að þetta er eitthvað ég bara hvet fólk til að mæta vegna þess að það þarf að setja núna þrýsting á stjórnvöld. Við reyndum að leggja okkar að mörkum í síðustu kjarasamningum. Það virtist ekki duga og það virtist vera svikin við verkalýðshreyfinguna að eins og var til dæmis með Keldnalandi 2019 sem við áttum að fá í uppbyggingu fyrir hagkvæmt húsnæði eins og það var með breytingar á húsaleigulögum og svo framvegis. Listin er langur af vanefndum og þessu þarf bara að breyta. Þetta er á miðjum vinnudegi, eða ekki? Þetta er klukkan 4. Á klukkan 4. Já. Hvernig er þingsetningin? Er hún ekki 1:30? Jú, eitthvað það leitið. Já. Og við tókum reyni ákvörðinu það að búa kannski ekki til erfiðar aðstöður, til dæmis fyrir löggæslufólkið okkar sem að eru þetta í þessari súpu líka eins og við. Og síðan verður þingfundur, hann verður frestað og byrjar aftur klukkan 4. Þar verður fjármálafrumvarpinu dreift eftir því sem ég best veit. Og það er bara ágætis tími. Auðvitað er þetta á vinnutíma en við höfum líka fengið gagnrýni fyrir það að vera mótmæla þegar enginn er í þinghúsinu.
og þannig að ég held að þetta sé ágætis tíma og ég rauninni bara leiði mér að hvetja fyrirtæki og fyrirtæki eigendur til þess að gefa því fólki sem vil mæta frí vegna þess að þetta ekki síður mikilvægt fyrir mörg fyrirtæki sem að berjast í bökkum út af háum vöxtum að fyrirtækin sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki skulda álíka mikið að meira heldur en heimilin gera þannig að það gríðarlegt hagsmunamál þeirra að þessu verið breytt og líka auðvitað það að fólkið þeirra sem að í vinnu hafi í sig og á og launin sem að þau eru að fá dugi fyrir húsnæðiskostnað og framfærslu sem að hlýtur að vera grundvallar krafa bara allra í landinu fyrir utan kannski mjög lítinn hóp sjálfstæðismanna. En hvað hefur breyst? Því að þeir eru skrifuðu samninga bara áramótin eða ekki og þið kannski í febrúar, mars eða hvað? Það er bara mjög stutt síðan. Hvað hefur breyst síðan þá? Hvað er það sem að stjórnvöld hefðu átt að gera en hafa ekki gert og þá sem er þá sama spurningin hvað er það sem stjórnvöld geta gert til þess að svona forsendur þessara kjarasamninga haldi? Þið nefndi húsnæðismál. Já. Þið takið upp bara eitthvað rísaplan í húsnæðismálum. Stóra atriði. Síðan þetta hitt að það hafa verið svona ríkar kröfur frá heldur en verkalýðshreyfingunni að stjórnvöld grípi til niðurskurðar, ríkisstjórnin, til þess að bregðast við verðbólgunni og við höfum verið að benda á móti að það þarf auðvitað aukna tekjuöflun til þess að standa undir ríkissjóði og þó að aðstæður séu eins og með þessum hættum sem þeir eru núna þá einfallega lærðum við það í hruninu hvaða áhrif það hefur að bæða skera niður en líka bara veikja innviðin okkar og allar samfélagslegu stofnanna sem við treystum á hverjum degi, hvort sem það er heilbrigðiskerfi, menntakerfi, félagsþjónusta og svo framvegis. Og við sjáum líka eins og afleiðingarnar af efnahagshruninu 2008 þegar fólk nær ekki endum saman og það býr við fátækt eins og er núna að aukast, að það leiðir það líka til veikinda. Kvíða, þunglyndi og svo framvegis. Ég held að við verðum líka að setja í samhengi að því við finnum bara svona óróleika almennt í samfélaginu. Að þetta auðvitað það sem gerist þegar fólk upplifir að það sé engin samtrygging. Það er ekki, mennskan er ekki fyrir rúmi. Fólk dungar yfir í fátækt sem að eiginlega erfist síðan. Börnin eru með veika stöðu á húsnæðismarkaði og erfa fátækt foreldra sinna. Og ég meina, samkvæmt nýjustu viðtölu við fjármálaráðherra þá segir hann það að sé ekki niðurskurður í kortunum. Ekki heldur hækkun á sköttum. En það hefur auðvitað, ég myndi ekki heldur hækkun á sköttum, en það hefur auðvitað líka alveg verið sagt áður, en það má ekki heldur gleymast í þessari umræðu að allar grundvallarstofnanir okkar, allir innviðirnir, þeir hafa verið fjársveltir nánast frá aldamótum. Þannig að það sé ekki niðurskurður heldur þá bara aðhaldsaðgerðir, það þýðir auðvitað líka, það er bara að molna enn frekar undan þeim. Þegar við erum á þeim svona eiginlega bara krosskutum. Hvernig stofnanir ætlum að byggja upp til framtíðar, hvernig heilbrigðiskerfi viljum við hafa, hvernig menntakerfi viljum við hafa, hvernig ætlum við að grípa börnin í þessu samfélagi, hvernig ætlum við að vinna gegn fátækt og svo mætti lengi telja. Og það þarf að taka ákvörðun sem þessi markmið en ekki bara alltaf horfa út það að þurfa að draga úr útgjöldum. En ef þú stjórnvöld sem að breytum stefnu þá þetta hafa raunverulega starfhæfa hefur ríkisstjórn. Já, ég auðvitað ræði ekki þessari ríkisstjórn. Það verður líka að hafa í huga að innan ASÍ, innan BSRB og kennarasambandsins er bara fólk sem styður alla stjórnmálaflokka sem eru í boði. En hins vegar þetta líka þannig að þegar stundum horfum við á það sem skyndilausn að það komi bara ný ríkisstjórn eða það er að kjósa upp á nýtt en við höfum þetta, ég meina eins og í síðustu kosningu þá var heilbrigðiskerfið aðalmálið, hvað breytist í þeim efnum, hvað var aðalkosningaloforðið þar á undan, skiljið, þú veist þetta er ekki alltaf eitthvað sem að leysir allan vanda, þannig að ég held að við viljum ekki fara þangað að því leitinu til að við viljum að það sé þverrpólitísk sátt þetta. Við verðum að hugsa til framtíð að setja okkur framtíða markmið og ná þeim markmiðum. Þannig að mér finnst ekki svona aðal fókusin að vera og við þurfum nýtt fólk hérna, ekki í þessum mótmælum. Ragnar? Já, við erum að undirbúa dagskrá og hún verður væntanlega auglýst á morgun. En má ég spyrja einu að því að húsnæðismál eru líka stærsta málið í íslensku samfélagi, þar sem að grefur helst niður lífskjör almennings og þá bæði leigjenda og þeirra sem er að kaupa út af háum vöxtum og bara háu verði á húsnæði. Ef að það er mikilvægasta málið fyrir ykkar félaga, af hverju skrifum við undir samninga á þess að leysa það?
húsnæðismálin. Það er auðvitað búið, eins og ég var að segja, það er búið að gera raunverulega allar áætlanir sem hægt er að gera hvernig þið gerir þetta. Þannig ég til okkur hafa verið á þeim stað að við vorum öll sammála markmið og hvert við værum að fara. En áhyggjurnar eru þetta að þegar vextirnir eru svo háir að sjá að verktakar eru ekki að byggja nægilega mikið og þá kemur hitt. Ég meina, ríki og sveitarfélög gerðu með sér húsnæðissáttmála minnum að það heiti og þar einmitt var hluti þessu. Hvernig ætla sveitarfélögin að meta og áætla þörf fyrir uppbyggingu á húsnæði. Og okkur fannst það mjög góð leið til þess að fara. Líka þetta að þegar við lendið áður ef verið að byggja rétt að tegunda að stærða húsnæði og svo framvegis. Ég held að eins og staðan sé þetta hafi 3 sveitarfélög skrifað undir og þannig að það er kannski þetta, að það er ekki raunverulega svona framtaki í þessum efnum, það er ekki verið að framkvæma loforðin sem að stóðu til. Við ættum að vera að tala um Breiðholt, að byggja Breiðholt. Já. En við erum ekki að því. Ég meina raunverulega erum við náttúrulega uppbyggingu á næstu árum sem að jafnast á við Akureyri eða meira, sko. Þú veist, þetta er ennþá stærra hlutfall sem vantar. Ég sá ykkur að fyrirsögn að ykkur byggingamaður stoppar framkvæmdir á 140 íbúðum að því að lánakjörin svo óhagstætt og þeir hafa lýst því að þetta er margar ára framkvæmt að ástæðan fyrir að vera að byggja núna að eitthvað er að klárast er bara því þau eru bara í miðju ferli og þau get ekki klárað það, svo þú segir, kannski dæmi einhverju sem er að koma sér út úr því en það er allavega mjög fáir sem er að taka ákvörðun í dag að hefja framkvæmd. Ragnar, þetta er flókin spurning. Er hægt að skrifa undir án þess að það sé bara ljóst að það verði stór átak í húsnæðismálum? Af hverju? Já, við í sjálfu sér gera þessa kjarasamninga í góðri trú, ekki kannski bara í góðri trú. Akkur ætti maður að gera kjarasamningi í góðri trú þegar við ríkisstjórn sem hefur eiginlega ekki staðið við nokkuð skapaða hlut sem að það hefur skuldbundið sér til þess að gera. Ef við tökum bara þá stöðu sem að verkalýðshreyfingin er sett í kringum kjarasamningana síðustu. Það er búið að spenna stýrivexti upp í 9,25% og keyra lánakjör upp í þetta húsnæðislánakjör og yfir 11% sem er algjörlega galið og svo framvegis. Í 4% verðbólgu ef maður sleppir húsnæðisliðnum, þannig að þetta eru raunvextir upp á eitthvað, þetta er svo stjarnfræðilegt. Já, nákvæmlega og svona bara ekki samanburður hafi staða með það sem að við erum allavega við þau lönd sem að við eigum og erum að bera okkur saman við. Þannig að við gerum þessa samninga, þetta eru hálfgerðir nauðasamningar sem að við erum að fara út í til þess að reyna að sporna við því sem að er að raungerast núna, þar að segja að fólk muni ekki kikna undan því fjárhagslega álagi sem að þessi hávaxtastefna hefur og treysta á það að stjórnvöld fari í raunverulegar aðgerðir til að stemma stigum við verðbólguna. Það sem að við höfum verið að gera þetta, þú veist, við erum með Bjarg og við erum með Blæ, þessi húsnæðisfélög. Við höfum boðið fram lausnir til þess að byggja ekki bara hagkvæmar íbúður heldur á hvaða landi og hvað svo uppbygging fer fram, búðist til að finna leiðir til þess að fjármagna innviði, vegagerð og annað. Það er bara og virðist ekki vera pólitísku vilji eða kannski hreinlega slagkraftur til þess að fylgja eftir áætlunum og yfirlýsingum. Ef við tökum bara sem dæmi svona bráðaaðgerðirnar. Hér eru 1000 íbúðir sem eru leigðar af lögaðilum til ferðamanna. Lögaðilar sem eru að kaupa upp mest af húsnæði sem að fellur til eða kemur inn á markað. Og sprengjum verðið. Verktakarnir í sjálfu sér, þeir náttúrulega með mjög háan fjármagnskostnað út af mjög háu vaxtastigi en þeir náttúrulega stýra þá leið framboði inn á markað sem að ríkir á gríðarlegu skortur. Ef þeir vilja býða þetta að vexti lækki og þá munir þeir bara fá meira í sinn snúð og það er íbúður sem er að koma á markaðin eru ekki og henta ekki því sem verið að kalla eftir. Þannig að ef við tökum bara til dæmis bara Barcelona, það var verið að setja þar reglur varðandi leigu á íbúðarhúsnæði til ferðamanna sem á að heyra sögunni til árið 2028 minnir mig. Það er ekkert slíkt plan í gangi. Það verðist ekki vera nokkra einustu hömlur og eitt eða neitt. Þannig að ríkisstjórnin hefur bara tekið þessu upplýstu ákvörðun að láta markaðinn alfarið ráða ferðinni.
bæði við breytingar á húsnæðislögum og sömuleiðis líka að ekki verði settar neinar hömlur á til dæmis útlögu til ferðamanna. Þannig að það margt að gera og margt sem við höfum lagt til, en því miður að þá endum við þá í þessari stöðu að verðbólgan sem hefur verið auðvitað gríðarlega há hérna á Íslandi, það sem að húsnæðisverðið eða húsnæðisliður vísitölunar hefur verið helmingur verðbólgunnar sem að við höfum verið að eiga við bara síðustu 10 ár. Og sem að þá aftur þetta kemur inn á þetta að við erum að stórum hluta með heimatilbúin vanda og ábyrgðin liggur auðvitað er mikil á sveitarfélögum og stjórnvöldum. Þetta er leysanlegt en við komumst ekkert áfram með eitt eða neitt. Ég meina við í Bjargi við erum búin að vera með þetta 200-300 íbúðir í byggingu á hverjum tíma. 200-300 íbúðir. Við erum búin að byggja rétt rúmlega 1000 íbúðir. Í dag held ég að það séu 64 og biðlistin komin yfir 4000 eða 4000 kennitölur. Þetta bara vandinn. Síðan fáum við þessi ósköp yfir okkur hérna varandi Grindavík, það sem kemur inn bara eitthvað 900 íbúða eftirspurn á einu bretti. Alveg sama hvað við höfum verið að reyna að þrýsta á til þess að bæði minnka þessi þenslu áhrif á vísitöluna og verðbólguna út á húsnæðismarkaðnum, að á okkur hefur bara ekki verið hlustað. Síðan þegar kemur auðvitað kjarasamningum og þá er öllu fögru lofað og þá á að gera hitt og þá að gera þetta, en síðan er þetta bara ekkert gert og við stóðum bara með þennan valkost að fara í verkföll eða reyna. Við megum ekki fara í verkföll, þau eru með samninga. Já, ekki núna, ég segið þegar við fórum í að gera kjarasamninga, að skrifa undir samninga þar sem við erum yfirlega svona Seðlabankinn einhvern veginn búin að setja þessa gríðarlegu hávaxta svipu á almenningi í landinu og valkostinni voru ekki margir og voru alls ekki góðir og eins og ég sagði áðan, við vorum svona tilneytt til þess að fara þessa leið og því miður er ekki margar útgönguleiðir og samningarnir sem slíkir eru bara þess eðlis að forsenduákvæðin eru mjög veik. Þannig að til að breyta að þá þarf einhvern veginn að fá fólkið í landinu til þess að rísa upp og þrýsta á þessar nauðsynlegu breytingar sem við erum að kalla eftir og það er þá fyrst og fremst aðgerðir gagnvart verðbólgunni sem að snúa ekki að því að láta fólkið okkar borga fyrir það, heldur einhverja aðra sem eru aflögufærir og hafa efni á því og fara í raunverulegt átak í húsnæðisuppbyggingu. Í Bjargi fáum við nóg af fjármagni, við fáum bara ekki byggingarhæfa lóðir til þess að byggja. Þar er Hvernig gengur reksturinn á þessu sem er þó komið í gang? Hann gengur mjög vel. Félagið er bara gríðarlega sterkt og hefur verið að styrkjast ár frá ári og þetta er vel ekkert flókið sko. Þetta er gert eiginlega í flestu löndum í kringum okkur. Og við höfum ekki þurft að hækka leigu þó að vextir hafa hækkað og leigufélagin þurfa þess ekki mörg hver af því þau eru fjármögnuð þannig að þau er ekki fæstira með mikið að skuldum með breytilegum vöxtum en út af skelfilegri stöðu að þá náðu að þrýsta þessu upp úr öllu valdi og fólk sem er í sambandi við okkur og er að reyna að koma sér einhvers staðar í öruggt skjól stendur auðvitað frammi fyrir því að og þetta er náttúrulega félagslega er þetta óboðleg staða að vera kannski með börn á grunnskólaaldri að fara í 3. eða 4. hverfið eða jafnvel sveitafélagið til þess að komast einhvers staðar í skjól og síðan er skjólið ekkert vegna þess að marggefin loforð okkar að styrkja stöðu leigjenda hafa bara ekki orðið að veruleika og við sjáum félagi eins og Alma núna á 5. lýsaði yfir að langtíma samningar heyri sögunni til og nú verða bara 13 mánuðir. 13 mánuðir, þetta er húsnæðisöryggi sem er í boði. En það var samt bara 5 ár sko. Já, þeir fundu þetta leiðir til þess að hækka leiguverð en við vöruðum við þessu að það þyrfti að ganga lengra vegna þess að þegar kemur að markanum og markaðslögmálinu og þá bara eru í þessu tilfelli stór fjölskylda sem að svíst einskist til þess að græða á fólki í neyð og það er þess vegna sem við þurfum löggjafan, það er þess vegna sem við þurfum
stuðning stjórnvalda til þess að koma böndum yfir þetta. Og þið þurfum að fá almenning til þess að mæta á Austurvöll á þriðjudaginn næsta klukkan 16 og það er BSRB, ASI, þar sem að þú ert varaforseti og kennarasambandið sem að boða fólk. Já, en við erum auðvitað bara, það eru allir þó þessi ekki félagar innan þessara heildarsamtaka. Hvetja allan almenning til þess að mæta. Sjálfsögðu, þetta nær auðvitað, sko vandi nær til allra hópa og alla aldurshópa og þannig að við þurfum bara fólk í lið með okkur til þess að við náum eyrum stjórnvalda og það er það sem að sko kannski mætingi snýstum að á okkur sé hlustað og þessi krafa okkar sé tekin alvarlega. Við sjáum það líka alveg á sögun að samstæðan skilar árangri. Og þið hafið afl til þess að kynna og kröfur mótmælana og auglýst upp. Þannig að við sjáumst bara á Austurvelli. Verður þetta sendt út? Það er svo sem ekki verið ræknið sérstaklega en það er kannski ágætið sumut. Já, en Ragnarsson, ég þakka ykkur mikið vel fyrir komuna en við bræðum sýtum hér eftir. Við sýtum eftir, komum eftir augnablik.